Næstu talar Ómar Ragnarsson, gjörðu svo vel. Formaður og aðrir sem mál mitt heyra. Það sjálfsagt rétt að upplýsa það að í C-nefndinni fór fram mikil umræða þessa breytingar sem Vilhjálmur og Gísli eru að tala og sérstaklega Vilhjálmur. Það hefur alltaf verið minn skoðun og Þorkell var nú brautryðjandi þessu inn í nefndinni og allir tóku undir það á sínum tíma og voru mjög ánægðir með þessa breytingu að væri þetta að kjósa þvert á flokka. Og ég satt að segja með þau mótrök þegar menn segja að það veiki flokkakerfið ef menn kjósi þvert á flokka. Þá eins og að þegar menn kjósa ekki eitt flokk, heldur setja hluta af atkvæðinu yfir annan flokk, hann þá ekki að kjósa þann flokk líka? Menn kjósa alltaf flokka. Það í þessari tillögu sem nú liggur fyrir, þá gert ráð fyrir að sé flokkakerfi. Og mér finnst það bara miklu meira frelsi kjósandans að hann geti ráðið í hvort hann kýst 2 flokka eða 1, því að það ekki svo að atkvæði fari í ruslakörfuna, þó að það verði bara hálft og fari hálft á þennan flokk og hálft á hinn. En það voru fleiri en Ólafur Harðarson út í frá sem höfðu efasemdir með þetta, að þetta væri óskaplega brött og afdrifarík breyting. Menn eru óttast það að þessi breyting sé of mikil og innan nefndarinnar þá náttúrulega var tvennt að ræða, það var að halda sig bara fast í það sem við höfum trúað áfram að því. Þetta væri bara mjög gott og þarft og allir þeir sem ég hef talað við út í þjóðfélaginu mjög hrifnir, en síðan koma menn eins og Ólafur Harðarson og fleiri og eru með alvarlegar athugasemdir og gera þetta jafnvel að aðal athugasemdir. Þeir segja, ef þið breytið þessu, þá miklu frekar von til þess að þið komast í gegn. Þessu verðum við náttúrulega athuga hvort þið getum selt þetta. Hvort þið fáum svo kallað þungarviktar menn í hópum utanfrá til þess að ráðast á þetta bara út á þetta eitt. Lendingi hjá okkur var að gefa til kynna svona pent að við vildum nú reyndar að þeir kosið þvert á flokka, en að við létum samt sem á löggjafarinn það eftir. Við fórum ekki þá leið að loka alveg á þetta. Og ég samþykki þessa lendingu bara praktískum ástæðum. Að ég get alveg tekið undir það að ef við ætlum að færast of mikið í fanga, þá nú aftur komin í harðlegur. Go all the way, back off, aðeins. Þetta með 4%, það voru skipta skoðanir í nefndinni að þýriti til hvort þetta vera 4% eða á tímabili þá vorum við að veltaði fyrir ykkur að það væri heimilt að hafa það, löggjafarinn væri heimilt að ákveða allt að 4% þröskuldi. Það að segja að í kosningalögum mætti hafa annan þröskuld 3% eða 2,5 eða eitthvað slíkt. Til fróðleiks að þá núna í lögum að framboð eða stjórnmálasamtök sem fá 2,5% fá styrk úr ríkissjóði þó þau ná ekki mann á þing. Þannig að við erum þarna með tölu sem 2,5. Núna með 63 þingmenn þá þetta 1,67% hver þingmaður. Þannig að 3,3% rúm skilin 2 þingmönnum. Og reyndar þarf kannski það ekki alveg til, því að þannig getur verið að það sé ekki alveg nákvæmlega 1,67 þegar komið fram yfir. Það fer eftir fylgi annarra flokka hvernig þetta raðast innan kjördæma. Þannig að cirka 3% myndi sennilega vera það lægsta sem menn getur hugsað sér, þannig að skilaði að væri samt sem áður skilir það væri 2, það kemist aldrei 1 maður inn á þing, það alltaf vera 2, þröskuldurinn væri 2 menn. Núna það tæplega 3 eða jafnvel 3. En niðurstaðan eftir umræðunefndinni var sem sagt svo að það var ekki einhugur það að löggjafanum væri heimilt að fara með alltaf 4%, þannig að við erum áfram með ákveðin þröskuld, en ég bara vísa til þess að hér í ráðinu náttúrulega hægt að greiðum þetta atkvæði þegar þar að kemur og breyta þessu í hvora áttina sem Ég stend hins vegar að þessu ásamt öðrum í nefndinni, því að við verðum auðvitað að skila okkar verki hérna þannig að það eru málaminnanar og samkomulag.